Og þetta ræktunarbúið Steinnes. Og þannig hann að sjálfsögðu mættur Kiljan frá Steinnesi með 9,07 fyrir hæfileika. Þá það Hrafn Hetta frá Steinnesi með 8,04 fyrir hæfileika. Og þá Kátína frá Steinnesi með 8,23 fyrir hæfileika. En á blaðinu sem ég fékk hérna sem að lýsir ræktuninni á Steinnesi, það segir í stuttumáli að á Steinnesi snýst ræktunin meira magn en gæði. Ég sýnst þú meira töluverð gæði. Það getur líka með því að hann hafi bara magn með þessum gæðum. Já, hvernig heldur það á magnið sé þegar gæðin eru svona? Góðir áhorfendur. Landsmótssigurvegarinn Kiljan frá Steinnesi. Gefa honum gott klapp með Steinnes Rossum sem við lið. Ræktunarbú frá Steinnesi. Já, þau flekki ekki Rósum og Húnavatnssýslunni. Fyrst voru það nýmundar og þá við Magnús Jónsson með hótt. Það er gaman. Já, ekki vantar brokkið á Steinnesi. Þetta segi að Magnús situr hérna á pottanum og hossast mikið. Já, þau eru snör í snúningum og ekki eru þau síður snarir í snúningum húnverstu knapparnir með þau fáum að mynda okkur til rými. Sjáu þið þetta brokk? Ekki vantar takt og svið þarna. Og já, ekki vantar rýmið þarna. Nei, og kemur ekki Gylfari frá Steinnesi og Artemisia Bertus. Og Kiljan frá Steinnesi. Góðir gestir. Já, þetta eru þau Kiljan frá Steinnesi, Hrafn Hetta frá Steinnesi og Kátína frá Steinnesi. Og svo kemur hann Gylfari frá Steinnesi. Og Artemisia Bertus. Við skulum gefa þér gott klapp. Steinnesi í milli Vatnsdals. Og ekki af baki Dottir. Já, þetta er ekki ammalegar þessar tvær skjóttu. Og þá verður það Kiljan frá Steinnesi og Gylfari frá Steinnesi. Og þarna kemur hún Hrafn Hetta frá Steinnesi. Og þá er það Kátína frá Steinnesi, Hólum Tryggva.